Já, komið þið sæl og blessuð. Ég ætla að segja ykkur svolítið frá Bjargi og ég ætla bara að byrja strax að segja ykkur frá staðreyndum. Á undanförnum árum hefur fjölskyldum á flótta undan óbærilegum aðstæðum í þeirra heimalandi fjölgað til muna. Þessar fjölskyldur leita í auknum mæli til Íslands vernd. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og íslensk lög kveða á réttindi barna til verndar og menntunar. Útlendingastofnun og Hafnarfjarðarbær gerðu með sér samkomulag móttöku þessara barna og fjölskyldna þeirra. Og deildin Bjarg var stofnuð til að halda utan skólagöngu barna í leit að alþjóðlegri vernd og þetta annað starfsár deildarinnar. Hlutverk okkar einnig að styðja við foreldra þessara barna og hjálpa þeim að skilja betur íslenskt skólaumhverfi. Það unnið í anda skóla- án aðgreiningar þar sem mikil áhersla lögð á að börnin einangrist ekki, heldur fái að fóta sig í nemendahópi meðal sinna jafnaldra og þá með stuðningi frá starfsmönnum Bjargs. Við deildina starfa 3 kennarar, stuðningsfulltrúi og auk deildarstjóra. Frá upphafi hafa 50 börn farið deildina en í dag stunda 17 börn nám í Bjargi. Svona. Já. En þetta skipulag í mótun og við erum að læra eitthvað nýtt á hverjum einasta degi. Það þverfaglegt teymi sem vinnur að mótun starfsins í Bjargi og fundar mánaðarlega. Deildarstjóri hefur yfir umsjón og ber ábyrgð á starfinu. Kennarar Bjargs vinna að námskrám og einstaklingsáætlunum ásamt því að skipuleggja námsmat. Námsefnið stór þáttur í vinnu kennaranna. Deildarstjóri ber ábyrgð á að upplýsa annað starfsfólk skólans komu og brottfarir barnanna ásamt því að kynna námsskipulag. Deildarstjóri skipuleggur fundi og tengiliður við fjölskyldur barnanna. En það sem gerist, og þið sjáið að þessi mynd víða notuð, þetta annar fyrirlesturinn í dag sem hún kemur fram, en á hún vel við þegar talað þessi mál. En svona gengur þetta fyrir sig að það kemur tilkynning til mín komu barns. Þá barnið búið að fara í gegnum heilsufarsathugun. Þá myndum við teymi hvert barn og fyrsti fundur ákveðinn með foreldrum og barni eða börnum. Ákveðið hvenær skólagangan hefst og hvaða umsjónarbekk nemandinn tilheyrir. Við leggjum mjög mikla áherslu á það að börnin tilheyri umsjónarbekk. Fyrstu 2 vikurnar nemandinn með skerta stundaskrá og þá eingöngu í Bjargi. Þá annar fundur haldinn með foreldrum og farið yfir hvernig hefur gengið. Og venjulega að þeim 2 vikum liðnum þá fara nemendurnir að fara með sínum jafnöldrum í list- og verkgreinar og það fylgir þeim alltaf starfsmaður frá Bjargi og þau fara einnig í íþróttir. Stundum í sund, ekki alveg alltaf, en það stundum svolítið flókin útfærsla. En það samin einstaklingsáætlun fyrir hvert barn fyrir sig. Og við leggjum mjög mikla áherslu á það að fara hægt af stað og vinna með sjálfsmynd barnanna. Kennarar Bjargs skipta með sér nemendahópnum og útbúa stundatöflur. Kennararnir sem sagt umsjónarkennarar ákveðinna barna. Og kennarar finna til allt námsefni fyrir nemendur en geta leitað til annarra kennara skólans. Taka þarf tillit til þess að þessi börn og foreldrar þeirra koma úr mjög óvenjulegum aðstæðum.
Þau geta sýnt alvarleg einkenni áfallastreituröskunar sem mikilvægt er að bregðast við. Ef barn er lengur en 3 mánuði í Hvaleyrarskóla er hæfnimat lagt fyrir barnið í þeim námsgreinum sem raunhæft þykir að meta. Þetta eru áherslur sem við leggjum aðallega á í námi þessara barna, að það er semst unnið með sjálfsmynd þeirra. Það er ýmiss konar æfingar, tjáningaæfingar og lífsleikni. Það er lögð áhersla á íslensku sem annað mál og unnið með orð og hugtök úr þeirra nær umhverfi. Þau læra að lesa á íslensku og við hvetjum þau til að lesa á sínu sterkasta máli. Við kennum þeim ensku og stærðfræði og svo það íþróttir, list og verkgreinar og við notum útikennslu líka mjög mikið og það er mjög fjölbreytt sem þau læra í hverjum útikennslutíma. Hér nú, þessi listi er engan veginn tæmandi, þetta er svona bara sýnishorn af því námsefni sem við notum og ég nú kannski ekkert að lesa þetta sérstaklega upp. Þetta eru bara svona nokkur dæmi en við notum allt sem við trúum að gagni komi. Skólasamfélagið okkar, samstarfsaðilar Bjargs fyrir utan fagfólk skólans eru meðal annars hjúkrunarfræðingur, fræðslu- og frístundasvið Hafnarfjarðar, félagsþjónustan og barnavernd, Útlendingastofnun, Rauði krossinn, Landspítalinn, svo eitthvað sé nefnt. Við leggjum mikla áherslu á að fræða starfsfólkið okkar og höfum verið með ýmiss konar fræðslu á starfsdögum. Það er sýnileg fjölmenningastefna í Hvaleyrarskóla sem birtist á margan hátt og ég bara vil nota tækifæri að bjóða ykkur velkomin í heimsókn til okkar. Þá getið þið séð svona hvernig fjölmenningastefnan birtist sem sagt þegar þið komið inn í skólann. Vikupistill Hvaleyrarskóla, þar fáum við alltaf sem sagt pláss til þess að segja fréttir úr Bjargi, segja frá börnum sem eru að koma og eins þau sem eru að kveðja okkur og svona ýmsum öðrum upplýsingum. Ég ber ábyrgð á því að skólaliðar séu upplýstir ýmislegt varðandi þessi börn, umsjónarkennarar fá sérstakar leiðbeiningar og greinakennarar fá tilkynningu komu og brottfarir barnanna. Já, þetta er svona bara dæmi blað sem að greinakennararnir fá þegar nýr nemandi kemur. Þegar nemandi flytur frá okkur fær hann útskriftarblað þar sem kemur fram staðfesting á því að hann hafi stundað nám í Hvaleyrarskóla ákveðinn tíma. Við náum ekki alltaf að hafa eitthvað námsmat en þetta er minnsta kosti staðfesting á því að viðkomandi barn hafi verið í skóla á þessu tímabili. En þeir nemendur sem stunda nám í Bjargi við skólaslit fá einkunnarblað eins og aðrir nemendur sem stunda nám við skólan og unnið út frá hæfnikorti sem sett hefur verið upp í Mentor. Þetta eru sannarlega nýjar áskoranir í skólasamfélaginu. Starfsfólk Bjargs er einnig að upplifa óvenjulega reynslu þar sem að börn koma og fara eða hverfa og foreldrar eru brotnir, hræddir og óöruggir. Mikilvægt er að starfsfólk fái handleiðslu fagfólks og við höfum fengið það, við fáum handleiðslu einu sinni í mánuði og það er mikil þörf fyrir það. Það eru ýmiss konar tungumálaörðugleikar eins og lög gera ráð fyrir og mikill menningarmunur og ýmsir árekstrar sem við þurfum að vinna úr og það er áskorun. Það er mikil óvissa dvalarlengd og landvistarleyfi þessara barna og síðan er heilsufar þeirra oft, sérstaklega kannski tannheilsu ábótavant. Þau koma oft með tennurnar algjörlega í rúst og það er svona ýmislegt sem við þurfum að glíma við. Síðan er náttúrulega erfið fyrri reynsla barnanna sem sum hafa verið á flótta allt sitt líf
og það hætta á jaðarsetningu og einangrun sem við þurfum að vera meðvituð á hverjum degi. Síðan ákveðinn þekkingarskortur á málefninu og stöðu þessara barna og þess vegna hætta á fordómum og þessu viðhorfum. Heiti þessa erindis, Sjáumst á morgun, vitnar til þeirra kveðju sem við notum nær daglega. Í þessum orðum felst von og kvíði, örvænting og eftirvænting, tilhlökkun og óvissa. Við kveðjum þau svona á hverjum einasta degi og þau okkur, en svo kemur það fyrir að við sjáum þau ekki daginn eftir að þeim hefur sem sagt verið vísað þá úr landi. En eins og Annalís sagði og hefur framkomið hér í dag að þá samvinna mikilvægt vopn. Samvinna milli allra þessara aðila sem koma að þessum málefnum mikilvægasta vopnið. Með sameiginlegu átaki tekst okkur að mynda fjölmenningarlegt samfélag þar sem allir fá að njóta sín. Munum að fyrir mörg börn eru dagarnir í skólanum þeirra bestu stundir þar sem þau finna fyrir umhyggju, öryggi og velvild. Við höfum tíma fyrir kannski 2-3 spurningur á sal, gjörðu svo vel. Þetta eru börn hælisleitenda eingöngu sem eru í þessari deild. Það Útlendingastofnun sem sem sagt í samvinnu við Hafnarfjarðarbæ, sem gerði samkomulag við 3 sveitarfélög þjónustu við þessar fjölskyldur og þetta eins og ég að lýsa hér útfærsluatriði Hafnarfjarðarbæjar. Það Reykjavík, Reykjanesbær og Hafnarfjörður. Allt skýrt. Takk fyrir.